dagsins og hingað eru komnir 3 herramenn. Þorsteinn Sigurlaugsson, þú ert formaður Málfrelsis sem hefur látið þetta mál til þín taka einhver leyti. Ögmundur Jónasson, fyrrverandi þingmaður og verkalýðsforingi sem hefur sannarlega látið mál Julian Assange til sín taka og Aðalsteinn Kjartansson sem blaðamaður og varaformaður Blaðamannafélagsins sem hefur látið mál Assange til sín taka. Við langar að byrja á þér Ögmundur af því að Kristín var að tala svona baráttuna víða heim. Þú hefur tekið þátt í svona tilraunum til þess að vekja upp stjórnvöld hér í okkar heimshluta mest. Hvernig hefur það gengið? Já, ekki betur en svo að menn óttast að hann verði framseldur til Bandaríkjanna. Það er svo kunni að fara. En ég held að þekki enginn þetta mál betur en Kristinn Hrafnsson og hann lýsti viðbröðunum á heimsvísu mjög vel og fór ágætlega yfir það. Jú, ég hef tekið þátt í fundum bæði hér heima og erlendis í London, í Brussel, í Skandinavíu, Noregi, tvívegis, ég nýkominn frá Oslo, þar sem var mjög fróðlegur fundur og vekjandi fundur með Jeremy Corbyn frá Bretlandi, Andrei Hunko, þýskum þingmanni og síðan fanga númer 441 frá Guantanamo, Mansour Gaddafi, sem að lýsti þeirri skuld sem að hann sagði að fangarnir í Guantanamo ættu að gjalda Wikileaks fyrir að upplýsa þeirra stöðu og þarna var líka ítölskur lögfræðingur Stefani Maurizi sem að hefur fylgst með þessu máli og rannsakaða reynt að framkalla skjöl. Það er nefnilega einn ángin á þessu máli að það hefur orðið til þess að rannsóknarblaðamenn og lögfræðingar eins og þessi kona, eins og þessi ítalski lögfræðingur hafa verið að kalla eftir skjölum sem hafa farið dult og hefur verið leynt, bara viðfangsefni Wikileaks. Ég held að svarið við þessari spurningu eins og ég skil þessi mál er á þá leið að stuðningur við Julian Assange og Wikileaks, hann hefur margoft birst okkur í reynd og hann er bæði á meðal almennings og nánast allra fjölmiðla heimsins. Þeir hafa byrt þessa fréttir og ef sekt er að ræða þá er allir samsetjir og þá kemur að hinni stóru spurningunni, hvernig bregðast þeir við núna þegar að við blasir að þessi blaðamaður kunna vera framseldu til Bandaríkjanna þar sem hans bíða ásakanir sem myndu geta leitt til 175 ára í fangelsi sem er nánast bara dauðadómur. Hann verði látinn rotna í fangelsi. Hver eru viðbrögð fjölmiðla heimsins og þar verður það að segjast að þau eru ekki mjög sterk. Og þau eru heldur ekki sterk hjá vestrænum ríkjum, NATO-ríkjónum. Þau gagnrýna þetta ekki eða þá með slíku hvísli að ekki heyrist. Og menn er að kalla eftir stuðningi frá Íslandi. Það væri óskandi að hann kæmi. En hann er nú ekki meir en svo að 2019 þegar að FBI kom hingað í annað sinn til þess að leita eftir samstarfi íslensk stjórnvöld í yfirheyslum við tiltekna aðila sem að þessu máli átt að tengjast þegar voru sagði tengja því, það er nú allt meir og minna lygi og uppspunni. Þá fekk FBI stuðning og aðstoð í stjórnarráð Íslands. Þetta er nú bara veruleikin og hann er að finna, við sjáum hann í London við kringum okkur líka og þetta er viðfangsefni okkar þá og hinnar frjálsu pressu að breyta og rísa upp til stuðnings frjálsri blaðmennsku. Þetta er vandinn sá að fjölmiðlar
beita sig ekki nógu hart eða skiptir kannski ekki máli hvað fjölmiðlar gera vegna þess að þetta eiginlega ákvörðun stjórnvalda að framfylgja utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Fjölmiðlar hafa ekki þessi formlegu völd sem að ríkisstjórnir og stjórnmálamenn hafa og við erum að tala þetta eins og Kristinn benti á áðan að þá hafa blaðamannasamtökin á Íslandi, blaðamannasamtökin í Ástralíu þar sem að Julian félagi, Evrópusamtök blaðamanna, alþjóðasamtök blaðamanna hafa lagt sig fram að gera það sem að blaðamenn geta gert. Í þessum samtökum en í fjölmiðlunum sjálfum? Já, það sem að blaðamenn geta gert. Blaðamenn eiga náttúrulega í fæstum tilvikum fjölmiðlana eða stýra þeim með nokkrum hætti en það sem við vitum þetta mál hefur birst okkur í fjölmiðlum og skrifum blaðamanna. Kristinn, hann blaðamaður, hann ritstjóri Wikileaks og kemur fram og segir frá þessu í fjölmiðlum. En það takmarkað hvað blaðamenn og fjölmiðlar sem slíkir geta gert ef það ekki vilji til þess að bregðast við. Við vitum hvað blasir við Julian, það þessi langi fangelsisdómur. Það dauðadómur. Við vitum hvað... Það er bara hægur dauðadómur. Já, við vitum, þetta náttúrulega eilíðafangelsi, lífstíðafangelsi. Við vitum hvað hann gefið að sök, svona hér bil, eftir því sem við getum verið örugum að verða að segja okkur satt frá. Og allar upplýsingarnar sem náttúrulega hlutverk blaðamanna að koma fram með upplýsingar og það sem að Julian gerði að koma fram með upplýsingar, birta upplýsingar, það hefur allt komið fram. Við vitum allt sem við þurfum að vita til þess að bregðast við og það sem að þetta stoppar hjá þeim sem að geta brugðist við, geta gert eitthvað raunverulegt í málinu. Af hverju látum við það duga að fjallum þetta í fjölmiðlum til dæmis í Íslandi, það sem regluleg og mikil umfjöllun þetta. Af hverju eru íslensk stjórnvöld ekki að gera neitt? Það erfitt að útskýra það út frá því að ekki hafi verið rætt þetta eða blaðamenn eða fjölmiðlar hafi ekki beitt sér. Það algjörlega bara dugleysi íslenskra ráðamanna og ég á erfitt með að útskýra það. Þú varst að óska eftir það munur á því hvað blaðamaður og fjölmiðl. Já, ég ekki alveg sammála þessu. Nei. Ég held að fjölmiðlarnir hefðu og ættu að gera miklu meira. Og þá þurfum við að horfa til þess hvað máli snýst, hvaða fréttir, hvaða umfjöllun að ræða. Það ekki bara menn hafa staðnæmst við stríðsglæpina í Afganistan og Írak. Það svo miklu meira. Það eru alþjóða samningar eins og TISA-samningarnir. Það eru mengunarglæpir í Afríku, Sierra Leone og víðar. Það eru sviksemi efnastofnunarinn í Haag sem var Wikileaks upplýst í 2019 og ég bar svolítið vel saman hvernig farið var með þær upplýsingar hér heima og í Evrópu almennt. Stundin var undantekning á þeim tíma. Ríkisútvarpið var það ekki. Ég að horfa á þessar fréttir, þessar umdeildu fréttir sem Wikileaks hefur að koma fram við alveg fram á þennan dag. Líbíupappirarnir og svo framvegis og getið talið áfram tilefni þess að fjölmiðlar hefðu átt að vera miklu ákveðnari og greina frá því hvaðan heimildirnar voru komnar, hverjir voru þarna að verki. Það að segja, mér finnst fjölmiðlaheimurinn vera óskaplega daufur þegar að ræða tilraun til að bara slökkva á manni, til að slökkva á blaðamanni sem hefur upplýst okkur öll þessi mál. Við vorum að ræða TISA í þinginu 2014. Býtu, hvaðan fengu þessar upplýsingar? Þetta eru upplýsingar, þetta eru samningar sem að fóru í ganga eftir að alþjóða viðskiptastofnunar samningarnir strönduðu á sínum tíma, þessi margfrægi Dóa rúndur og svo fara þeir á bak við tjöldin, ríku þjóðirnar í Evrópu og Ástralía og þessi
ríki sem að hafa gjarnan súrað sig saman og þetta gert á bak við almenning. Það Wikileaks sem upplýsir þetta. Já, ég þekki það náttúrulega, erum að samherja skjölin koma í gegnum Wikileaks og við vinnum úr því hérna heima og það ekki deilt. En blaðamenn geta ekki komið í veg fyrir að hann verði framseldur til Bandaríkjanna. Það geta stjórnmálamenn gert, það geta stjórnvöld gert. Ég held að sé að koma í veg fyrir að hann verði framseldur og það sé ekki búið að gera það. Þeir eru hræddir við almenningsálitið. Það er það sem að þeir óttast og þarna koma blaðamenn inn. Þarna eiga bara allir að koma inn. En Ögmundur, þú ert að kvarta yfir að blaðamenn og fjölmiðlar fjall ekki nógu mikið þetta. Já. Yes. Þú segir að fjölmiðlar hafi sagt alla söguna. Ég er ekki að segja að það sé ekki hægt að fjalla meira þetta og ég get alveg tekið þátt í að gagnrýna þá skort á umfjöllun. En eins og þú ert að benda á Ögmundur að þá er þetta upp á yfirborðinu af því að fjölmiðlar hafa fjallað bæði fréttirnar sem að Wikileaks hafa komið með í krafti þess að vera þessi lekamiðill sem að á í samstarfi við þessa hefðbundnu gamaldags fjölmiðlafyrirtæki. En það sem ég er að benda á er að þar getum við dregið línu sko völd og krafta blaðamanna eða fjölmiðla. Síðan verður eitthvað að taka við. Og já, ég held að það sé rétt að ástæðan fyrir það ekki búið að framselja Assange sé almenningsálitið og þessi kröftuga umræða sem til staðar hún má vera ennþá meiri, en það ekki loka hnykkurinn í að koma í veg fyrir framsal Assange til Bandaríkjanna. Það eru stjórnvöld, formlegir valdhafar sem geta tekið ákvörðun að stöðva þetta. Stjórnvöld sem að fara gegn vilja almennings. Akkurat. Herðu, Þorsteinn, þú ert ekki blaðamaður, eins og þitt fyrr. Hvernig horfir þetta við þér? Sko, þetta horfir náttúrulega þannig við mér að þarna sko, ef að Assange verður framseldur til Bandaríkjanna og dæmdur fyrir það að birta skjöl sem á honum berast stríðsklæpi í fjarlægum löndum, þá því þýðir það náttúrulega í mínum huga það að allir rannsóknarblaðamenn sem að láta sér detta í huga birta slíkt efni hljóta verið í hættu. Og sko, ég veit ekki, sko, við höfum fylgst mjög mikið með þessu. Málfrelsisfélagi við rekum vefum krossgötur þar sem við birtum greinar og fréttir sem að snúaði málfrelsinu. Og við höfum verið mjög vakandi gagnvart þessu máli með Assange. Við heldum ráðstefnu hérna í janúar þar sem við vorum að fjalla þessi mál í víðu samhengi málfrelsið og þar var meðal annars farið yfir þetta mál. Og mér fannst áhugi fjölmiðla, sko það var þó nokkur áhugi fjölmiðla á þessari ráðstefnu. En hann náði ekki til Assange málsins, fannst mér. Nú fréttir eins og við vorum bara að birta hérna hvað er það ekki gerðið fyrir þetta sem að kemur þessi úrskurður þarna út í Bretlandi og við birtum strax það fréttu umfjöllun. Ég hef ekki séð neitt þetta í íslensku fjölmiðlum. Ég hef ekki séð hvers vegna er ekki hérna stjórnmálamenn kallaðir í viðtöl og spurðir og þráspurðir út í stuðning ríkisstjórnar Íslands við málstað Assange og látnir standa fyrir, sitja fyrir svöru varðandi það, standa fyrir máli sínu. Ég hef ekki séð þetta og það að stöku sinnum komið einhverja fréttir af Assange í fjölmiðlum, það er náttúrulega ekki að segja rétt. Ég meina þrýstingurinn verður að vera með allt öðrum hætti og sko þetta það þannig að fjölmiðlar, ef fjölmiðlar beita sér þá geta þær haft áhrif, en ef þær beita sér ekki þá hafa ekki mikil áhrif. Sko. Heldur fyrir munur þarna aðalsteinn að þannig eru tveir sem að vilja að fjölmiðlarnir beiti sér. Þetta er svo mikil mál að fjölmiðlarnir eigi að raunverulega að fjallumynda alveg þannig til að sigur sko, mér finnst þetta bara ótrúlegt. En þú eiginlega segir að það er búið að leggja fram með þetta staðrið málsins og við getum ekki meir. Sko fjölmiðlar hafa takmörku völd, þeir hafa óformlega völd og mér finnst ótrúlegt að umræðan stöðu að Assange skuli snúast það að einhverjir fjölmiðlar séu ekki nógu góðir eða ekki. Þú veist, það ekki stóra vandamálið hvað það skortur á umfjöllunum
málþing eða einhverja fundi sem eru haldin. Vandamálið að það er blaðamaður í fangelsi, öryggisfangelsi í Bretlandi sem á yfir höfðu sér hátt í 200 ára fangelsisdóm fyrir það að stunda blaðamennsku og útgáfu. Nákvæmlega. Það er vandamálið sem við þurfum að tala það að það sé ekki verið að bregðast við í landi sem átti að verða fyrirmyndaríki frjálsar fjölmiðlunar. Það var þingsályktun sem var samþykkt fyrir mörgum árum á Alþingi. Síðan hefur ekkert frestað því. Við erum með íslenska blaðamenn sem eru til rannsóknar fyrir að vinna vinnuna sína. Við erum með stjórnvöld sem að hjálpa alríkislögreglu Bandaríkjanna við að rannsaka þennan blaðamann sem hefur meðal annars gefið út efni varðar Ísland. Það er stóra máli. Ég skil ekki að umræðunum með Assange skuli snúast það hvort þessi fjallaðum. Ef við tökum Samherjamáli. Ætti ekki málið að snúast það í öllum íslenskum fjölmiðlum hvernig Íslendingar fóru að ráði sinni söður í Namibíu? Ætti ekki allir fjölmiðlar að vera að rýna hér í kvótakerfið og hvernig samherji gín hér yfir öllu í samfélaginu? Ætti ekki allir fjölmiðlar að vera að gera það? Og sama skapi ef maður horfið til Assange málsins, þá ættu allir fjölmiðlar að gera það sem Þorsteinn er að segja. Spyrja ráðamenn út í hvað finnst þér? Finnst þér í lagi að það sé verið að slökkva á mönnum með þessum hætti? Og það er náttúrulega gert í því máli alveg eins og er gert í Samherjamálinu. Það er þetta smætta málið niður í einhver svona fjarskild mál til að koma sem sagt fókusinum frá af því sem raunverulega skiptir máli. Pompeo sem var yfirmaður CIA og síðan utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hann sagði það er forgangsverkefni hjá okkur að fella Wikileaks. Þetta er sjálfstæð njósnastofnun, það er ekkert með fréttir að gera og það er forgangsverkefni hjá okkur að fella þessa stofnun. Og þegar að ég hef verið að fylgjast með fréttum í Evrópu þetta mál, Bretlandi, BBC, fjölmiðlarnir þar, þetta er ótrúlega lítil umræða sem framfyrir málið, en þeir eru allir strax komnir á hliðarmál, tilraunir til að smætta málið. Þeir eru allir komnir inn á þá línuna. Mér finnst þetta að vera það stórt mál að það eigi allir fjölmiðlar og allt fjölmiðla fólk að taka höndum saman í þessu máli og stilla þá ráðamönnum við veg, því að auðvitað er það alveg rétt hjá þér. Auðvitað er það rétt hjá þér að endanlega liggur valdið þar. Valdið liggur hjá stjórnmálamönnum, hjá ríkisstjórn Bretlands, menn að tala þetta sem dómsmál í Bretlandi. Þetta er ekki dómsmál. Ef þetta er dómsmál, þá er þetta fyrst og fremst dómsmál bara sem að það verið að rétta yfir bresku réttarkerfi. Þetta er pólitískt mál fyrst og fremst. Bara pólitískt mál. Það er aldrei verið fjallað það efnislega í Bretlandi, það er alltaf verið að fjallað það hvort það er framselja eða ekki, sko. Það verið að, og síðan einhverja myndaglæpi sem hann á að hafa dríkt annar stað. Þetta er kannski það sem að þegar ég tala að fjölmiðlar þurfi að vinna í þessu máli, að þá er ég ekkert að segja að fjölmiðlar standi sig hræðilega eða eitthvað slíkt, alls ekki. En ég held að þetta mál snýst tjáningafrelsi og þetta snýst meira sérstaklega tjáningafrelsi blaðamanna og atvinnufrelsi blaðamanna í rauninni. Og fjölmiðlar hafa, við getum sagt, fjölmiðlar þeir hafa skildu að það er að ná einhverja fréttir og einhverjum fréttaveitum og þýða þær og eitthvað svoleiðis og eitthvað þannlega, en fyrst og fremst hljóta fjölmiðlar það er verið að vega að blaðamannastjettinni sem slíkri og þá hljóta, mér finnst bara, þetta er bara spurning metnað, þetta er bara spurning það að menn sýni þann metnað fyrir hönd tjáningafrelsisins, fyrir hönd blaðamannastjettarinnar að kalla ráðamenn til og láta þá svara fyrir. Já, en það gera blaðamenn í gegnum sín fagfélög, sín stjættafélög og eftir þeim leiðum. En blaðamenn nota ekki fjölmiðlana sína til að koma eigin skoðun á framfæri. Þeir eiga ekki gera það. En blaðamenn eins og ég fór yfir áðan og Kristinn benti áðan hafa svo sannarlega nýtt þann vettvang sem að þeir hafa.
hvort sem það blaðamannafélag Íslands, Ástralíu, Evrópusamtök blaðamanna, Alþjóðasamtök blaðamanna, þar eru blaðamenn að beita sér nákvæmlega út af þessum atriðum sem þú ert að nefna. Þetta er mikilvægt fyrir bara starf blaðamannsins og ég bara held að flestir blaðamenn hafi fundið sig í þeirri stöðu að vera að fjalla eitthvað með gögnum sem að einhver vill ekki að birtist Nákvæmlega. Það er bara grunnurinn í því sem við gerum á hverjum einasta degi. Kannski er réttar að orða þetta þannig og það er sér fjölmiðlarnir sem ég er að tala sem eru allir í eigu blaðamanna og sem eru náttúrulega ekki í eigu blaðamanna og blaðamenn væru að ganga of langt ef þeir væru að beita fjölmiðlunum sem þeir starfa hjá til þess að búa til eitthvað þrýsting vegna eigin starfs. En þetta er ekki það, þetta er stærsta mál í samtíma. Það var ekkert að því að þetta væri á forsíðu blaða alla daga ársins. Nei, en af því að það var það sem var nefnt hérna áðan, að þetta snýrist störf blaðamanna og hvað blaðamanna var að gera. Nei, ekki störf blaðamanna, þetta snýst kjarna í rauninni, kjarna fjölmiðlunar, kjarna blaðamennskunar og kjarni fjölmiðlunar og forsenda þess að hún geti yfir höfu verið til staðar, að það er tjáningafrelsið og þetta mál er einfallega bara, þetta er lykilatriði þegar það kemur að því. Þannig að það er þetta sem ég er að tala um. En við megum ekki gera lítið úr blaðamennum. Alls ekki. Mér finnst þú svolítið verið að gera það þegar þú segir að þeir séu, þeir eigi ekki fjölmiðlana og það séu aðrir sem stýra og þeir eigi þá að fara bara í sitt fagfélag og álykta þar. Ég sætti mig ekki við þetta. Ég hef verið starfandi blaðamaður, var það í 10 ár á sjónvarpinu og það er enginn sem stýrði mér. En ég að sjálfsögðu valdi það sem að ég taldi vera fréttnæmt og einhvers virði og ætti erindi við almenning. Auðvitað gerði ég það. Ekki til að þjóna einhverjum þröngum hagsmunum mínum, en ef að það snerist það að verja tjáningafrelsið í heiminum, þá sá ég það, hefði ég séð það sem skyldu mína að stíga það fram og ég er að vísa til ég er nefnilega fylgsvöldi með þessari umræðu í Evrópu og í Bandaríkjunum og ég hef svolítið áhyggjur af því, ég hef haft áhyggjur af því hver linguleg viðbröð fjölmiðlana hafa verið og hver lítil og svona rýr þessu umfjöllun hefur verið þegar að mér hefur þótt mikið tilefni til. En ég bara fullir í það að blaðamenn eru svo sannarlega að fylgjast með þessu máli, þeir eru svo sannarlega að skrifa fréttur um þetta mál, umfjallanir, pistla og gera það í sínum fjölmiðlum, en það er ekki hægt að segja bara blankó, blaðamenn er ekki að standa sér nú vel af því að það er ekki verið að setja þetta á forsíður blaðana okkur meðanstu deg. Fjölmiðlar sem er ekki að standa sér nú vel. Herru, má ég aðeins skjóta inn einu að því að sem að Þorsteinn sagði að ef að Assange verður framseldur og dæmdur að þá muni það hafa áhrif. Mér langar að spyrja, haldið þið ekki að það hafi haft gríðarlega áhrif svo meðferð sem hann fengið núna? Er ekki bara meirinn hálfur skaðinn skeður og menn eru bara farinir að passa sig aðeins í rækilega og það kann að vera ástæða fyrir því hversu lítið fjallaðum í fjölmiðlum? Þetta er alveg klárlega að fara að hafa áhrif og ekki bara á blaðamenn þar sem að sjálfsrit ómeðvituð eða meðvituð er bara veruleiki sem við búum við. Heldur hefur þetta líka áhrif á vilja og leikni yfirvalda saman hvar það er til þess að feta þessa sömu slóð og án þess að fara að draga samherjamálin endalaust fram með rannsókn lögreglunar á okkur blaðamennunum sem að því komu að þá leiði ég mér að efast það að í andrúmslofti þar sem að hefði verið tekið hart á glórulausum málatilbúnaði og Bandaríkjanna gagnvart Julian Assange að þá er ekkert vissum að íslensk lögregluyfirvöld hefðu farið í þann leik. Þetta er að sjálfsögðu ekki sambærileg mál en þetta er þessi viðleitni yfirvalda til þess að flexa valdið aðeins, láta aðeins á þetta reyna, ganga aðeins lengra heldur en þeir hafa áður gert eða áður þorað að gera og við erum að sjá þetta allan heim. Við erum að sjá þetta á Íslandi, við erum að sjá þetta í hinum Evrópuríkjunum, við erum að sjá þetta í öðrum heimsálfum. Þannig að ég held að klárlega sé þetta strax farið að hafa áhrif og af því hef ég áhrif. Allir samfélag. Já, því nú erum við líka farin að ræða alvarleika málsins. Förnum tjáningafrelsis og blaðamenn. Jú, en það er nú alveg óhætt að fjalla umfjöllum fjölmiðla líka í því samhengi. Já, mér finnst það bara svo langt frá því að vera aðalatriði í þessu.
Það eitt af atriðunum, það eitt af púsluspilunum sko, sem skipta máli í þessu og ef að stjórnvöld eru, segjum bara íslensk stjórnvöld, það að þrýsta á íslensk stjórnvöld að bregðast við, að koma með yfirlýsingu, eitthvað slíkt. Það gerist ekkert nema fyrir tilstilli fjölmiðla í rauninni. Það er engar undirskriftarsafnanir eða neitt slíkt. Það er ekki... Eða þingsins. Eða þingsins, sko. Eða þingsins og þingi er ekki að skipta sér af þessu. Það er ekki sjá. Það er ekki svo neitt frá ríkisstjórn eða þingi. Ef að forsætisráðherra væri kallaður í viðtal á RÚV á hverju einsta kvöldi til þess að spyrja stöðu þessa máls. Ég var bara sem dæmi, ég er ekki að segja að ég gerða. Þá myndi málið horfa allt öðru í sig við vegna þess að þannig sko er þrýstingurinn skapaður og ég líka velta aðeins fyrir mér sko, það er eitt sem ég velti kannski aðeins fyrir mér sem er kannski meira svona stjórnmálalega eðlis sko, ef við tölum fjölmiðlana annars vegar það eru eigendur þeirra og svo eru blaðamennir og blaðamennir hafi engin völdin á fjölmiðlunum sko, auðvitað hafa þeir það alveg þeir geta náttúrulega þeir hafa náttúrulega, þar liggur í rauninni sko ritstjórnarvaldið, kannski ekki endilega beint, þú kannski með ritstjóra og þeir hafa einhver ákveðin sjónarmið en blaðamennir sem slíkir hafa líka áhrif algjörlega inn í slíku fjölmiðlar eru mjög mismunandi, sumir eru náttúrulega bara eins og leikrit sem er stýrt af eigendunum í tilfellum hagsmunabaráttu eða bara einhverju valdaleik. Og svo ertu með aðra fjölmiðla sem eru bara klassískir, þar sem eru sko ritstjórnin er að einhver leyti lýðræðislegu vettvangur. Það er litrófið er náttúrulega ótrúlega sterkt og ég leyfi mér að gera skýra greinamun á fjölmiðlum og blaðamönnum sérstaklega því við vorum að tala bara okkar heimsluta. Það eru ákaflega veikir og vondir fjölmiðlar sem eru ráðandi í umræðin í okkar heimsluta. Það er bara það, alveg klárlega. Og það er alls ekki þannig að sko fjölmiðlarnir séu sterkir því að það er ekki bara út af þessu máli heldur mörgum öðrum málum sem að fjölmiðlarnir hafa verið að veikjast. Það koma upp mál eins og samherjamálið svona sem að hefur vakið manni von að menn sé að reisa sig en þetta eru undantekninga frekar svona en þá sérðu líka viðbrögð eins og hefur verið í seinni tíð. Þú sér viðbrögð valdsins líka í því máli. Já, akkurat og þetta er alveg rétt sem þú bendir á að þetta hefur áhrif og þessu er ætlað að hafa áhrif. Þetta er ofbeldi til sýnis, við skulum ekki gleyma því. Ég er nýkominn frá Tyrklandi þar sem ég var að kynna mér stöðu mannréttindamála í Tyrklandi og sérstaklega innan fangelsismúra og pólitíska fanga. Og þar er sá fangi sem þekktastur er Abdullah Öcalan sem er leiðtogi eða svona viðurkenndur leiðtogi Kúrda í Tyrklandi. Honum er haldið í einangrun búið að halda honum þar í næstum því aldarfjórðung síðan 1999 og alger einangrun og núna í rúmlega 2,5 ár þá hefur ekkert heyrst frá honum, ekkert, 0. Ekkert frá fjölskylda, ekkert lögfræðingar, ekkert. Og hvers vegna er verið að þessu? Það vegna þess að þetta er ofbeldi til sýnis. Þetta er verið að segja fólki og andófsfólki og þeim sem vilja svona reisa sig, þetta geti hent þig líka. Já, og það er nákvæmlega það sem að bandarísk stjórnvöld er að gera með þessu, að þú eigir ekki að fjalla það sem að þeim þykir óþægilegt. Já. Umræðan þetta og hvernig stjórnvöld væri að beita sér ef að við myndum skipta bandarískri lögreglu út fyrir lögreglu í einhverju öðru ríki væri allt annars eðlis. Ef að Kínverjar væri að fara fram á framsal blaðamanns frá Bretlandi eða frá Íslandi eða eitthvað, þá væri þessu bara, þá væri verið að beita sér, þá kæmi það ekki til greina. Stjórnvöld. Já. Þeir sem raunverulega geta gert eitthvað. Þá kemur spurningin, við búum í lýðræðisríki og hér eru stjórnvöld. Hvað, og þeir að lýsa þróun sem þetta mál hefur gríðarlega áhrif á umræðu, fjölmiðla, lýðræðið í samfélaginu. Hvers svona stjórnvöldur eru það sem að beita sig í gegn þessari þróun sem er í Íslandi? Er það ekki með því að stjórnvöld taki ekki upp baráttu fyrir því að Assange verði sleppt?
að þau eru raunverulega að styðja þetta sem þau eru að lýsa, að hér verði umræða óþægileg mál og sérstaklega mál sem eru óþægileg Bandaríkjunum verði þöggu niður. Það erfitt að túlka það öðruvísi en að það sé hvort það meðvirkni, hræðsla við að styggja eða eitthvað slíkt sem að þarna til staðar. Það kannski eitt sko að því að við erum að tala almenningsálit líka í þessu sko það viðhorf, maður er líka heyrt það viðhorf, eins og til dæmis í Bretlandi, að jú, við styðjum málfrelsi sko, en hann var nú að birta sko stólin skjöl sko. Og þetta viðhorf heyrði ég frá sko formanni Free Speech Union á Bretlandi í fyrrasumar og ég veit ekki hvort að Free Speech Union hefur skipt skoðun í þessu máli varðandi Assange núna, en þetta sagði hann við mig hér í Reykjavík í fyrrasumar, Toby Young, þegar ég var spurðin út í þetta mál og af hverju þeir hefði ekki tekið upp sko. Og þetta viðhorf sem held ég meðal sko margra sem kannski tengjast valda blokkum í Bretlandi bara nokkuð algengt, að það sé alltaf að fórna Assange af því að hann byrta einhver stólin skjöl sko. Og þá náttúrulega komið að grundvalda spurningunni sko. Hvað stendur í þessum skjölum og hvað snýst málið raunverulega. Nákvæmlega og það myndi mig á það óþægilega og illyrmislega þegar ég hitti þennan mann í Oslo núna fyrir nokkrum dögum sem vekað áðan fangi númer 441 í Guantanamo. Hann var frá Jemen og hann var búinn að vera í Guantanamo í 14 ár og hlekkjaður þar og listi þessari meðferð. Þeir voru afklæddir og hundar látnir ráðast á það og niðurlæðir á allan hátt 14 ár og hvað þá sleppt til Serbíu. Bandaríkjamenn vilja ekki að fara heim til sín, hann var í Serbíu og afsökun, einhverjar sakir, engar sakir. Þetta maður sem var seldur eins og flestir þessara manna sem að þarna eru. Það var auglýst eftir því að fá framselda eða vísbendingar Al-Qaida í Afganistan á þessum tíma eða í Miðaustrinu og það voru margir sem sá sér leika á borði og seldu menn lögu til þá og það hendi þennan mann var þarna og hann sagði þetta var slæmt í Guantanamo og þetta sko hryllilegt en þetta bara eitt fangelsi af mörgum sem voru í Pólandi, sem voru í Úsbekistan, sem voru í einhverju Eystrasaltsríkjanna og hverjir upplýstum þetta? Það var Wikileaks. Upplýstum þetta. Við getum tekið bara hvert málið á fætur öðru. Við erum að tala Samherja, við erum að tala legar stofnunarinnar í Haag 2019 meintar eiturefna árásir í Sýrlandi sem eru til þess að NATO-ríkin bombarderuðu Sýrland með stuðningi í Íslands. Ég meina þetta allt þarna og það alveg rétt sem þú segir ef þetta væru önnur stjórnvöld ef við bara skiptum þeim út að það væri einhverju sem að veri í hinnu liðinu og getur fundið margt lítið geðslegt í öðrum liðum og öðrum ríkjum vissulega en þá var í öldin önnur sko þá myndu menn hugsanlega bregðast allt öðruvísi við en þetta eru þeir sem við köllum bandamenn okkar og Bretar eiga að heita það líka og við trúum því að Bretar væru svona stæðu framalega í fréttamennsku og í varðstöðu frjálsa orð en það nú bara svona. Það nú það nú ekki langt síðan að það verið að handtaka fólk fyrir að mótmæla konungdæminu í Bretlandi þegar verið að grína Karl konung og það hafa verið komið på yfirborðið náttúrulega í Bretlandi svakalegir hlutir varðandi bara persónunjósnir og áróður og þar fyrir göttunum síðustu 2-3 árum og svo þetta mál sko og maður horfir nú einfallega bara á þetta og hugsa sko hvað varð akkurat þetta land sem að var maður leita á svona sem einhvern veginn útvörð sko frjálsar hugsunar og frjálsar umræðu og almenningsáliti virðist einhvern veginn bara sætta sig við þetta sko
og það kannski áhyggjuefni líka sko. Það ekki að því að Kristinn hefur nú ferðast út allan heim og hugsaðu líklega meira og kynntir þetta mál betur en við allir. Hann segir að það sé ekki vafamál að almenningur standi með Assange. Já, spurningin hversu... Það ekki vandamálið að almenningur sé. Það bara að almenningsálitið nær ekki fram. Það nær ekki fram. Nær til stjórnvalda. Það nær það fram til stjórnvalda í Suður-Ameríku, í Ástralíu sem náttúrulega sérstökum ástöðum að því að Assange þaðan. Já. Og hann segir að þetta sé geopolítískt mál vegna þess að stuðningurinn við ríkisstjórn Bandaríkjanna sé bara að finna á Vesturlöndum eða hérna í Vestur-Evrópu og Kanada. Og þá það þannig að við erum viljum trúa því að þetta sé kannski það svæði sem hefur þróað lengst lýðræði og frjálsa fjölmiðlun og slíkt opið lýðræðislegt samfélag. En miðað við frásögn Kristins þá það þannig að stjórnvöld í þessum heimshluta kjósa frekar að styðja Bandaríkin í því að verja þá glæpi sem að Wikileaks hefur afhjúpað, frekar heldur en að verja tjáningarfrelsið og ættum við ekki bara sem íbúar á þessum heimsluta að fara bara átt okkur á því að það staðan, að stjórnvöld styðja ekki tjáningarfrelsi, þau styðja nakið vald bandaríska hersins og utanríkisþjónustunnar. Þetta það sem að verðist í miður vera ansi vítakt og við sjáum þetta bara allt. Nú Evrópusambandið að undirbúa að koma á ritskoðun samfélagsmiðla þar sem að sem réttlætt með baráttu gegn rangupplýsingum og einhverju slíku og hver ákveður hvað eru rangupplýsingar. Þegar stjórnveldur eru að ákveða hvað eru rangupplýsingar þá rauninni tjáningarfrelsið búið og þegar tjáningarfrelsið búið þá lýðræði rauninni horfið líka vegna þú getur ekki verið með lýðræði ef þú hefur ekki fullt tjáningarfrelsi. En Ögmundur, þetta geopolítískt mál? Já, þetta það. Það það bara, maður sér það á því hvernig hver afstaða mann í Suður Ameríku, Rómönsku Ameríku og síðan innan NATO. En aðeins eitt Bandaríkin og þróun mála. Í Bandaríkjunum finnur margt það besta og það versta. Það svona öfgar sem þú finnur á báða vegu. Og ef við horfum tilbaka til 7. áratugurins, 8. áratugurins, þegar við minnumst fréttamennskuna frá Vietnam til dæmis. Meilei, myndina frá Meilei, litla stúlkan sem að margir meina hafi stöðvað Vietnamstríði og hinn gagnrýna Ameríka, hinn gagnrýnu Bandaríkin voru mjög sterk á þessum tíma. Á síðustu öld, en ekki þessum. Á síðustu öld. Síðan færðu 9/11 sem þið kalla, 2001 og Seneca hafði nefnilega rétt fyrir sér fyrir rúmum 2000 árum þegar hann sagði í stríði þá gleymast þá látum við lögin fyrir róða þá bara gilda aðra reglur í stríði og það var þetta sem þá var fundið upp War on Terrorism og það var sett upp Homeland Security í Bandaríkjunum og hjólinn fór að snúast í allt aðra átt en áður var og þeir sem að höfðu gagnrýnt og þar með fjölmiðlarnir og hinn gagnrýna Ameríka í háskólanum og víðar, hún átti bara undir högg að sækja og ég svona var að trúa því og ég nú bjartsýnismaður að menn væru aðeins að vakna til lífsins þessa dagana ég veit það ekki, ég bara vona það að það gerist. Þú má ekki af hverju eru menn að vakna þessa dagana? Ja, þú ert að sjá alltaf sífellt fleiri sem að eru farnir að gagnrýna til dæmis vígvæðinguna í heiminum sem í tengslum við Úkraínustríði sem er að teygja sig öll heimsins höf. NATO opnað skrifstofu í Japan núna og ég meina þetta bara vígvæðing hvar sem þú lítur og vopnaðinnar fitnar og blómstrar sem aldrei fyrr og gegn þessu erum við farin að heyra gagnrýni og
ekkert margir menn en öflugar raddir, sterkar raddir og ef að þær fá að hljóma þá held ég að þær munu fá hljómgrunn í bandarísku samfélagi. Var ekki sagði ekki Kristinn að hefur verið 40, 50, 40 rúmlega % sem að stuttu Wikileaks í Bandaríkjunum. 40. Ég held að þannig að þessi grunnur þarna, hann allstaðar. Ég meina, almennt vill almenningur upplýsingar. Það bara þannig. Og þess vegna eru þeir svo hættulegir sem að þora að stíga fram eins og gert hefur verið í Samherjamálinu hér á landi, eins og Julian Assange hefur gert og Wikileaks. Kristinn Hrafnsson sjálfur, hann ritstjóri Wikileaks, þau mál sem að ég að vísa til, TISA, Sýrland, Sierra Leone, öll þessi mál, getur tekið fjöldan allan annan, þetta allt undir ritstjórn hans. Þannig að þetta ekkit, Wikileaks ekkit dautt úr öllum æðum, alls ekki, langt í frá. Og þetta það sem við eigum að reyna að styðja og styrkja. Og þess vegna eigum við að sameinast að láta þetta ekki ganga upp þessa pólitísku aðför að tjáningafrelsinu. Og ég enda hjá þér Aðalsteinn því að þú svo yngstur blaðamanna hér við borðið. Jú. Hvernig horfir þú á svona stöðu blaðamennskunar og fjölmiðla í okkar heimsluta? Upplifir að þetta sé hrörnandi, að það sé á brattan að sækja, að það sé verið að þrengja að? Þú horfir fram á eigin, heldur þú segir bara næstu 10 ár verður það glæsileg? Ég held að næstu 10 ár verði glæsileg þegar kemur að þeim fréttamönnum og blaðamönnum sem eru starfandi og sem ætla að gera þetta og vinna þetta. Þessu fáu sem eftir eru. Já, ég held að þeim eigi eftir að fjölga. En það líka á brattan að sækja af því að nú erum við með stjórnvöld, ekki bara í Bandaríkjunum sem eru að hundelta Assange heldur út allan heim. Og í þessum vestræna heimi sem við vorum búin að tella okkur trú að væru, myndu alltaf standa með málfrelsinu og fjölmiðlafrelsi og öllu því, að við erum með valdhafa sem að þola ekki þessa fjölmiðlun, þessa blaðamennsku, á sama tíma við erum með blaðamenn sem að eru með skýrari fókus á tilgangsinn og vinnu aðferðir og almenning sem að sýnir því alltaf þakklæti þegar upplýsingar koma fram og þegar að umfjallanir birtast sem að skiptir fólk máli að þá því mætt með miklu þakklæti. Þannig að ég held að framtíðin sé klálega björt en það verður erfitt fyrir þá sem ætla að standa í því að lýsa ljósinu. Sko. Já. Þeir eru svolítið sammála í raunverulega að þetta eiginlega saga því að því meira sem að stjórnvöld reyna að þrýsta þessu niður að því harðar springur þetta tilbaka. Já og það heldur líka eitthvað sem við getum hort á í sko rómörsku Ameríku og því sem að Kristinn að segja þar skilningurinn. Ég held að mörguleiti sé sko fólk þar miklu meðvitaðara hvað fjölmiðlar, frjálsir fjölmiðlar og blaðamenn sem að vinna bara hefðbundna blaðamennsku sem stundu kölluð rannsóknarblaðamennska sem bara orðskrýpi af því að blaðamennska bara annarkot góð eða slæm skilur bara gildið í því betur í þessum vestrænu ríkjum hvort þeim eru Bandaríkin sem að hefur lengi verið leiðandi ríki í blaðamennsku og Bretland sem hefur verið það líka. Við erum bara búin að gleyma því hvað okkur þykir vænt þessa starfstétt og það sem að hún gerir fyrir samfélagið og ég held að það skýraði einhverju leyti þennan afstöðumun sem að Kristinn talaði þetta. Og við þurfum bara að minna fólk í Bandaríkjunum og Bretlandi og Norðurlandaþjóðunum og Íslandi á þetta. Fyrst og fremst með því að standa okkur hér heima í okkar blaðamennsku. Já, algjörlega. Herðu, Þorsteinn, Ögmundur og Aðalsteinn, kærar þakkir fyrir að koma og ræða þetta mikilvæga mál.